Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Ég ætla aðeins að fá að nýta mér dagskrá borgarráðs frá 16. þessa mánaðar aðeins til þess að koma að einu máli sem var í fréttum í gær. Það í 24. lið þeirra dagskrár fjallað skal ég segja ykkur betri hverfi, þar sem að einmitt verið að gera ýmislegt af þeim toga sem ég ætla aðeins að minnast á hér. Í betri hverfum með til dæmis verið að leggja gangstéttir, göngustíga, gróðursetja og fegra umhverfið og í þetta fara 300 milljónir, 111 verkefni eins og borgarfulltrúar hafa eflaust þegar tekið eftir. Og auðvitað allt ágætt það að segja og það verkefni almennt sem að heitir betra hverfi. Í fréttum í gær kom fram íbúi við Sléttuveg sem benti á það að gangstéttar væru engar á ákveðnum kafla þeirrar götu. Og ástæðan fyrir að ég tek þetta hér undir þess vegna sem þetta er svipað verkefni og maður getur séð fyrir sér að betra hverfi ætti að taka að sér. En auðvitað býr þarna talsvert fólki sem er komin á háan aldur, eldra fólki, sem að kannski situr nú ekki við tölvurnar og tekur þátt í því sem að við köllum betra hverfi og er þess vegna ekki kannski þáttakendur í því eins og við myndum vonast til og kannski fara þess vegna þær hugmyndir sem að þau eru að leggja fram falli ekki alveg inn í það sem við erum að gera. Við því held ég að við verðum að bregðast. Það háttar nú svo til þarna að skipulag hverfisins gerir nú ekki ráð fyrir gangstétt akkúrat á þessum stað. En ég fór nú í gærkvöldi eftir þessa frétt og skoðaði aðstæður vegna sem ég hafði aldrei séð þetta. Ég hafði aldrei séð beiðni íbúa það að þarna væri gangstétt. Svo ég fór að skoða þetta og þetta er auðvitað algjörlega rétt hjá þeim að þarna vantar til að tryggja öryggi þeirra gangstétt frá strætóstöð og að þessum húsum. Það getur vel verið að við þurfum að breyta þarna deiliskipulagi og gera ákveðnar ráðstafanir. Ég held að við ættum þá bara að gera það nokkuð hratt og nýta okkur bara sumarið ef við mögulega getum klárað það á þessum tíma. Þess vegna vil ég, virðulegur forseti, aðeins bara skjóta hér inn beiðni það að borin verði upp tillaga með afbrigðum. Ég ætla að lesa tillöguna fyrst og biðja síðan að tekin verði afstætt til þess hvort að við getum sameinast hana. Hún hljóðar svo: á hluta Sléttuvegar eru gangstéttar hvorugu megin götur. Á hluta Sléttuvegar eru gangstéttar hvorugu megin götunar. Það skapar hættu fyrir gangandi vegfarendur sem ekki hafa mannað að velja að ganga á götunni. Af þessum ástæðum er lagt til að gangstéttar verði settar í forgang og þeim bætt inn í framkvæmdaáætlun ef undirbúningur klárast á þessu ári. Borgarráði falið útfæra tillöguna nánar í samvinnu við umhverfis- og skipulagssvið. Ég ræddi við nokkra embættismenn sem ég hafði mest að trúa að þekktu til málsins þar sem framkom í fréttum að íbúar hefðu sent inn beiðnir hingað inn til borgarinnar. Og það kom nú í ljós að þetta hefði nú ekki farið hátt og kannski hefur þetta einhvers staðar lent utan garðs og þá er bara rétt að við bregðumst við og drífum í því að bæta það ástand sem að þarna hefur skapast og bersýnilega þá er ekki við neinn að sakast öðru nær heldur bara hefur þetta skipulag þá verið óhentugt þannig að það skapar ákveðið óhagaræði fyrir þá sem að þar fara bílar akandi götuna og menn gangandi eftir henni og sömuleiðis auðvitað svo hætta sem því fylgir í veðrum og hugsanlega í skammdeginu. Þetta ætla ég að leggja fyrir virðulegur forseti og óska eftir að fá afstöðu borgarstjórnar til þessarar tillögu. Þá hefur borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson lokið máli sínu. Þá ber forseti upp að taka inn á dagskrá með afbrigðum tillögu borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins sem hann las hér upp. Eru allir Já. Ég ætla bara að bera það upp hvort að fólk vilji taka afstöðu til að taka tillöguna inn á fundi. Það langar til að fá borgarfulltrúa inn í borgarstjórnarsal. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja þá vilja taka tillöguna inn á fundi gefið merki. Einhver á móti. Það telst því samþykkt og munu taka svo örstutt fundarhlé. Má bjóða þeir að veita andsvar núna eða eftir. Þá hefur borgarfulltrúi Daði B. Eggertsson óskað eftir því að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Forseti, ágæta borgarstjórn. Það
ágætis regla að vinna svona mál í góðum tíma fyrir fundi og bera þau þannig upp. Það kannski kemur á daginn í þessu máli. Aðkoman að Sléttuvegi 579 ekki á Borgarlandi, heldur innan lóðar og borgin framkvæmir almennt ekki inn á lóðum, hvorki einstaklinga né félagasamtaka. Auðvitað væri hægt að breyta þessu í Borgarland með breyttu skipulagi og endurskilgreiningu á lóðamörkum og nýjum mæliblöðum. En ég held að það sé ekki stóra málið, heldur að þessi ábending sem komin var þarna á framfæri til borgaryfirvalda átti kannski ekki síður erindi við þá sem eiga landið og eiga húsin. En ég held að það þurfi bara að koma réttum upplýsingum til þá viðkomandi og líka til tillögu flytjenda. Hafi þetta verið eitthvað óljóst eða átti að koma svona borgarstjórnar óvörum. Þetta var auðvitað svolítið, mannum brá svolítið við að sjá þessa frétt, en ég held að almennt þá eigum við að fara vel yfir svona mál áður en við gerum tillögu að því að fara í framkvæmdir inn á lóðum annarra. En öðru leyti held ég að sé eðlilegt bara að vísa þessu máli til borgarráðs sem fer með framkvæmda áætlun, ef að það hugmyndin, eða þá inn í umhverfis- og skipulagsráð ef skipulagsmál að ræða. En við getum kannski farið yfir þá málsmeðferð bara með því að vísa þessu fyrst inn í borgarráð og athuga hvar þetta á heima. Þá hefur borgarfulltrúi Davíð B. Eggertsson lokið við það að veita ansvar. Þá svarar andsvari borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvason. Já, forseti, það nú akkúrat það sem að tillagan gengur út á. Það að segja að borgarráð fá þetta mál til umfjöllunar vegna þess að það heldur flóknara, heldur kannski ætla mætti í fyrstu og ætla mætti af þeim fréttum sem voru í sjónvarpinu í gær. En hins vegar að þá einhvern veginn bara það svolítið ergjandi að hér skulu komið formaður borgarráðs að reyna að finna einhverjar ástæður fyrir akkur ekki að gera það, akkur að það sé eitthvað að þessu. Mér bara fyllilega kunnugt um það að þetta ekki inn á borgarlandum. Mér fyllilega kunnugt um það að það þarf að gera ákveðnar breytingar á deiliskipulagi og þá bara gerum maður það. Það ekkert að leita einhverjum ástæðum fyrir því akkur þetta erfitt og akkur við getum ekki gert þetta og akkur þurfum að fara einhverjar aðrar leiðir heldur en fara akkurat núna. Máli bara liggur fyrir og að breyta skipulagi þá þannig að hægt sé að setja gangsettir á þennan stað og ég bara mæli með því að borgarfulltrúinn sem hérna talaði hafa hann ekki skoðað aðstæður, farið og skoði aðstæður og gerir sér bara grein fyrir því að þetta óviðunandi, þetta gengur ekki, væntanlega hefur bara deiliskipulagið verið gallað að þessu leyti og þá bara að leiðrétta það og þá bara að taka á því. Og það ekkert verið að koma mönnum á óvart með því að koma einhverju tillögu hér inn á fundinn og það vil bara benda á það að þetta akkurat svona sem að skýrsla úttektarnefndar að benda á að hvernig borgarstjórn einhvern veginn allt of föst í sínu viðjum og það má ekki tala um þetta, má ekki tala um hitt og það má ekki koma óvart. Auðvitað á borgarstjórn að vera meira lifandi en núna. Og ég verð að segja að það jafnvel samþykktirnar sem við erum að fjalla þessa stundina, það að fest í sessi svona ákveðna íhaldssemi sem að þessi núverandi meirihluti hefur eiginlega bara gjörsamlega fest sig í. Ég bara óska eftir því að borgarfulltrúar skoði þetta mál, fari yfir það og sjái það að þetta til hagsbóta fyrir þá sem þarna búa. Og það ekki bara aðalatriðið? Þarf að finna einhver ástæði fyrir því af hverju þá ekki gera það? Ég skil ekki svoleiðis. Þá hefur borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvason lokið við það að svara andsvari. Þá veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Davíð B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég ítreka þá bara tillögu að vísa þessu til borgarráðs. Eins og kunnugt eru mjög margir göngustígar í Reykjavík á einkalóðum, til dæmis meðfram öllum blokkunum við Hraunbæ sem fjölfarnasta gata borgarinnar, mjög margir göngustígar í Fossvogi sem nálægt Sléttuveginum, þannig að ef við erum að fara að taka þá grundvallarákvörðun að taka þá allir fóstur, þá það þó nokkuð. Þeir eru margir komnir á aldur, en ég bara tek undir með borgarfulltrúnum að við eigum að fara við þessi máli eins og önnur og réttu vettvangur í það eftir atvikum borgarráð og umhverfis- og skipulagsráð. Þá hefur borgarfulltrúi Davíð B. Eggertsson lokið við það að veita ansvar öðru sinni. Þá ber ég það upp undir fundinn að vísa tillögu Sjálfstæðisflokksins til borgarráðs. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja það vilja gefa merki. Einhver á móti. Það telst. Fyrirgefðu, má ég endurtaka atkvæðagreiðslu? Þeir sem eru samþykkir gefi merki. Einhver á móti. Það telst í samþykkt.